Það stór og mikilvæg ákvörðun að kaupa sér sína fyrstu íbúð. Til lengri tíma geta verið mun ódýrara en að leigja og við íbúðarkaup hefst eignamyndun. Íbúðarkaup tryggja örugga búsetu en þeim fylgir auðvitað aukin ábyrgð og ýmis gjöld. Hvernig það? Maður þarf að hafa ansi margt í huga eða ekki þegar maður kaupir sér sína fyrstu íbúð? Jú, þetta var mjög margt í huga. Fyrsta lagi þarf að vera svona nokkuð vissum að þú ætlar að kaupa íbúð og þú getur það. Hvað ætlar að kaupa stóra íbúð, hvar viltu búa? Eru til íbúðir sem að þú heldur að þú getur keypt? Þekkir þú ferlið í kringum þetta? Þetta náttúrulega svolítið skrítið ferli. Þetta náttúrulega stærsta fjárfesting ævinnar sem þú ert að fara út í. Og þú ferð að skoða íbúð og það eru 20 aðrir sem að skoða sömu og langar í íbúðinu og það að gera tilboð. Og það þarf að vera tilbúin undir það, hvernig fer það fram og hvernig á ég að haga mér í því. Þannig það fullt af svona spurningum sem maður þyrfti eiginlega að vera búin að búa sig undir. Með útborgun, hvernig virkar það alls? Hvað er það mörg prósent sem þú ert að eiga? Það svona yfirleitt 15% sem að þú þarft í raun og veru að eiga innan gæsalappa. Það getur svo vel verið að einhver nákomið þér hafi látið þið hafa það, lánað þér eða eitthvað svoleiðis. En gagnvart lánastofnuninni þá þarftu að eiga 15% eitthvað svoleiðis. Þannig yfirleitt er það þannig að fólk spara fyrir honum, þannig að þú átt þennan hluta, þú kaupir íbúð og átt 15% í henni þegar þú byrjar. Og svo færðu lánað fyrir restinni og smám saman eiguru eignina. Þegar þú ert að borga inn á höfuðstól lánsins þá eykst þín eign í íbúðinni. Og það er náttúrulega þetta sem er mikilvægast. Einhvern tímann ætlar að vera búin að borga þetta allt saman. Átt hana algjörlega einn og enginn skuldar engum. Það hefur alltaf verið erfitt að safna sér fyrir útborgun í íbúð og það kemur ekki að sjálfu sér. En ef maður setur sér markmið og stendur við þau markmið, að þá er þetta hægt en þú þarft að leggja á þig þannig að það gerist. Hvað myndir þú segja að vera svona mikilvægt fyrir ungt fólk að hugsa um þegar það kaupir sína fyrstu mikilvægast? Það er svo margt sem það er að pæla í, sko. Þú veist, númer 1, hvar vill fólk búa? Næsta skref að fara í greiðslumat áður en að fyrir að skoða. Það er svo leiðilegt að skoða eitthvað, langi í það og fá svo ekki fjármögnun. Það þarf að pæla í þörfinni. Þú veist, hvað þarf ég? Þarf ég 3 herbergja? Dugar mér 2 herbergja? Það þarf að skoða mjög vel. Lágmark 2 svar. Geymslurnar, húsið að utan, sameignina, íbúðina mjög vel. Fá yfirlýsingu húsfélags, sjá hvort það séu fyrirhugað framkvæmdir og svo framvegis og framvegis. Það er svo margt sem að kemur inn í þetta dæmi. Já, ég er búin að vera í þessu íbúðarkaupaferli síðan 3 mánuði. Ég var búin að gera kauptilboð í eina íbúð og gerði fyrirvara að láta rakamæla og eitthvað svoleiðis. Þetta er eitthvað sem maður hefur aldrei heyrt um. Mamma bara segir bara, já, þú verður að gera fyrirvara að láta rakamæla og ég bara eitthvað svona, pabbi eitthvað, já, getur alveg gert það. Ég ger eitthvað fyrirvara og svo er ég búin að vera að skjótast á milli allra banka, Íslandsbanka, Arion-banka, Landsbankanum, finna hagstæðasta lánið. Svo er þessi maður að koma að rakamæla og ég er bara að fara að skrifa undir samdægis og þá kemur í ljós að þessi íbúð, hún er bara rennandi blaut. Það er bara, þetta var kjallaraíbúð og það var raki bara undir öllu svefnherberginu, í öllum veggjum, í útveggjum og hún var eiginlega bara svona í tómu tjóni. Gott að fatta þér þetta? Já, ég var alltaf búin að gera fyrirvara um þetta en þú veist, þetta er eitthvað svona sem maður heyrir aldrei tala um og maðurinn sem var að gera þetta fyrir mig, hann sagði bara, vá hvað þú ert skynsöm. Það er aldrei neitt sem að lætur rakamæla svona íbúðir. Þannig að ég ætla að gera þetta núna? Já, þú veist, þetta bjargaði mér frá að eyða ekki bara öllum peningunum mínum, heldur líka bara mikið umfram það sem ég á því ég ætla að taka lán og þessi maður sem var að gera þetta fyrir mig, hann sagði að þetta gæti verið tjón upp á svona 5 milljónir. Þú veist, ég á ekkert auka 5 milljónir, þú veist, ef að lögnin er sprungin. Það er hægt að fá matsmenn til að koma og skoða. Þeir koma með rakamyndavélar og skoða skólpið og skoða á alls konar. Það eru margir í þessu, meðal annars frumherji, sem að skoðar íbúðir og gefur skýrslu ástand og það er mjög gott ráð og góð leið til þess að sjá í hvað ástand eignin er. Sumt náttúrulega sést ekki eins og svona raki. Ef hann sést ekki þá þarf að taka myndavélar, hitamyndavélar og skoða það þannig til að koma í ljós. Það er hægt að gera tilboð með fyrirvara nánari skoðun og eins og sé, skoðunin er gríðarlega mikilvæg.
skoða frekar oftar en sjaldnar. Bankarnir og aðrar lánastofnanir ákveða vextina sína sjálf en fá þá alltaf viðmið frá markaðnum. Það má því segja að vextir séu svolítið eins og vara í verslun. Það er sniðugt að kynna sér hvar varan er ódýrust áður en maður kaupir hana, en inn á örbjörg.is er til dæmis hægt að bera saman lán. Og það er hægt að fara í svokallað bráðabirgðagreiðslumat, þar sem að þú setur bara inn þína eigin forsendur á netinu og farir svona grófa hugmynd hversu dýr eign þú getur keypt og hversu hátt lán þú getur tekið. Og síðan er hægt að fara í svokallað fullgilt greiðslumat. Það er það bara þannig að þú borgar fyrir það og þá eru sóttar allar upplýsingar þig og það er gefið svokallað mat á greiðslugetu í lokin. Þetta er mjög einfalt ferli, þannig að ef að fólk er í þessum hugleggingum að vera að hugsa hversu dýr eign getur keypt eða hversu hátt það getur greitt á lánum á mánuði, að þá myndi ég alltaf mæla með að fólk geri þetta. Mikilvægt er að hafa það í huga að kostnaður íbúðareigenda felst í fleiri þáttum heldur en mánaðarlegum greiðslum lána. Íbúðareigendur þurfa einnig að greiða ýmis gjöld eins og til dæmis fasteignagjöld, tryggingar, hita, rafmagn, hússjóð og ýmislegt fleira. Já, þetta getur hlaupið á tugum þúsunda hver mánaðamót og allt er þetta tekið inn í bráðabirgðagreiðslumatið. Síðan þegar þú veist hversu mikið þú getur greitt af nýju láni á mánuði, að þá er hægt að fara að skoða mismunandi lána möguleika. Það er eins og ég var að segja að það er verðtryggt lán og óverðtryggt lán. Síðan eru fastir vextir og breytilegi vextir. Síðan ertu með jafnar afborganir og jafnar greiðslur. Og síðan ertu með lánstíma sem getur verið allt frá 5 árum og upp í 40 ár sem þú getur verið að leika þér og skoða hvaða áhrif það hefur á greiðslubyrðina þína. Það var sjálfsagt margir heyrt einhvern blót af verðtryggingunni. Afi minn gerir það allavega reglulega. En hvað er verðtrygging? Áður en við útskýrum verðtrygginguna, þá þurfum við að vita hvað verðbólga er. Til þess að skilja hugtakið verðbólga er voða einfalt að skipta orðinu sjálfu bara í tvennt. Verðbólga. Verðið bólgnar út. Verðbólga eru verðbreytingar á ákveðnum vörum og þjónustu og er yfirleitt reiknuð fyrir síðustu 12 mánuði. Mörgum finnst gott að skilja þetta sem vörukörfu og í henni eru áætluð ársútgjöld meðal heimilis til kaupa á vörum og þjónustu. Tökum dæmi. Ef vörukarfan í janúar kostaði 100.000 krónur og akkurat ári seinna kostaði hann 105.000 krónur, þá er 5% verðbólga á tímabilinu. Ástæðan fyrir verðtryggingunni er til að verja lánveitanda fyrir verðbólgunni. En hvernig þá? Ef ég lána Þórdísi fyrir litlu húsi sem kostar 1 milljón með 2% vöxtum, þá ætti hún að borga mér 1.020.000 krónur ári síðar. Ég græði 20.000 krónur. Ári síðar þegar Þórdís klárar að borga mér tilbaka, býður hún mér að kaupa húsið aftur því henni finnst það aðeins svo lítið. Þar sem að það var 3% verðbólga á árinu, þá kostar húsið núna 1.030.000 krónur. Ef ég hefði hins vegar veitt henni verðtryggt lán til að byrja með, þá hann þurft að borga mér upphaflegu vextina sem voru 2% og verðbólguna sem var 3%, samanlagt 5%. Með þessu græði ég alltaf upphaflegu 2% vextina, sama hvort það sé verðbólga eða ekki. Þannig virkar verðtryggingin. Afborganir af verðtryggðum lánum hækka því alltaf með árunum, því verðbólgan eykst almennt frá ári til árs. Verðtryggð lán eru oft þannig að það er hægari eignamyndun og lægri afborgunarmánuði. Óverðtryggð lán eru þá með hærri vexti og hraðari eignamyndun sem þýðir mögulega hærri afborgunarmánuði. Þetta er svona í sinni einföldustu myndir að munurinn. Síðan getur þú farið að tengja verðbólgu og lengd láns og jafnar afborganir og jafnar greiðslur inn í þetta allt saman og fengið mismunandi útkomu. Þegar maður tekur íbúðalán er ekki nóg að vita muninn á verðtryggðu og óverðtryggðu láni, heldur það maður líka taka ákvörðun hvort maður vilji hafa lánið með jöfnum afborgunum eða jöfnum greiðslum.